Hingað komin Lilja Skafdadóttir. Lilja, þú ert allt í orðin þjóðkunn persóna vegna þess að þú ert búin að eignast mjög stóran hlut í gömlu blaði sem hefur verið til í áratugi sem heitir D.V. Það byggir nú reyndar á Vísi sem hefur verið til frá upphafi frá því snemma á 20. öld og dagblaðinu, þannig að þetta er frægt nafn. En ég spyr þig, hvers vegna ertu að kaupa hlut í blaði á Íslandi? Já, það er náttúrulega eins og allir vita líka að þá á ég hlut í Smugunni og þegar mér bauðst að eignast hlut í D.V. þá hugsaði ég, þetta er frábært tækifæri. Þetta er frábært tækifæri til að vera með fjölmiðil sem að nær til mjög stórs hóps landsmanna sem er prentaður miðill og við þurfum á þess að halda í dag. Og mér var hugsað til skýrslunar sem er að koma út. Það eru náttúrulega sveitarstjórnarkosningar. Það er kvótinn sem er næsta málið þar á eftir og svo fram eftir götunum. Ég hugsaði með mér, þetta er frábært að geta verið hluti af sögunni það að gera hlutlausan fjölmiðil þar sem að blaðamenn eru ekki þurfa ekki að taka tillit til hagsmuna eigenda. Já. Finnst þér að vera mikið það í íslensku fjölmiðlum að eigendur séu? Ég er ekki að segja að eigendur séu neitt að skipta sér af. En það er voðalega erfitt fyrir blaðamann ef hann er með eitthvað frétt eigendur síns blaðs að tala það. Þó svo að það sé engin press á honum, þá er náttúrulega honum borgað af eigendunum og ef hann tekur ekki tillit í þess, þá er það náttúrulega svolítið einkennilegt, þá er hann kannski bara rekinn. Og hver á að vera stefna þess blaðs? Opin umræðu vefur fyrir alla til þess að geta rætt hlutina á hlutlausan hátt. Hvernig er hægt að segja þetta sem best? Ég myndi helst vilja sjá umræðuna án þess að væri alltaf með eða móti, sem sagt hægri eða vinstri, miðja og annað, heldur á þetta að vera fréttablað fyrir alla landsmenn til þess að fá upplýsingar. Miðillinn á að veita upplýsingar. Síðan eigum við að fá þessar upplýsingar og það er náttúrulega nauðsynlegt líka að hafa sem flest blöð í gangi. Morgunblaðið, fréttablaðið og alla netmiðlana og D.V. En fólk á að geta gengið að því sem sagt að fá upplýsingar á öllum þessum stöðum og það er, og látum segjum sem svo að það eru margir sem að myndu lesa Morgunblaðið og finnast allt vera rétt hjá þeim, en svo lesa þeir eitthvað annað í D.V. og þá hugsa þeir, já, getur verið að það sé ekki rétt þarna, getur verið að þetta sé rétt hérna og ég myndi gjarna vilja sjá umræðuna fara upp á það stig að vera ekki alltaf í einhverjum skotgröfum. Heldur að við erum að ræða hlutina og við erum að upplýsa og þannig getum við komist eitthvað áfram. Við erum ekki einhver óvinna þjóð hérna á Íslandi, við erum öll ein þjóð og við ætlum að vinna saman í því að gera gott þjóðfélag. En segðu mér, heldur það sé fjárhagsgrundvöllur undir D.V.? Að þetta sé hægt? Já, þetta er náttúrulega alltaf mjög hættulegt að fara út í blaðaútgáfu. Já, það er mjög hættulegt. En miðað við það svona hvernig búið að ganga og hvernig þetta hefur verið undanfarið, þá ætti þetta að geta staðið undir sér. Með náttúrulega það að leiðarljósi að fólki mun vilja kaupa blaðið og það vill náttúrulega kaupa blaðið ef það veit að blaðið er að tala, D.V. fyrir að tala hlutina sem að skipta máli og á hlutlausan hátt þá. En þið eru sem sagt, þú og Reynir Traustason eru stærstu eigendurnir og svo eru minni eigendur sem eru meðal annars blaðamennirnir á blaðinu. Já, einmitt. Þetta er ekki, ert þú fjárhagslega mjög sterk? Geturðu borgað, geturðu haldið svona útgáfu á floti með þínum? Sko, útgáfa á blaði á náttúrulega að standa undir sig sjálf. Það eru auglýsingar og það eru áskrifendur. Hvað annað þarf maður, það er náttúrulega að borga góðum blaðamönnum og ég veit ekki hvort það hefum efn á þér, Egill, en það er sem sagt, við erum með marga blaðamenn, en þetta gengur út af það að blaðið á að standa undir sér. Af hverju myndum við þurfa að vera að borga með blaðinu ef að fólk er að kaupa það, ef við erum að skrifa eitthvað sem er áhugavert, að þá kaupir fólk það og auglýsendur fara kannski í fílu í byrjun að þau verum ekki að tala samkvæmt einhverju stefnu, en þegar þeir sjá að fólk kaupir blaðið, þá koma þeir aftur. Ég hef engar áhyggjur af því. Þannig þið ætlið að reyna að fjölga áskrifendum og reyna að selja meira blaði. Það er þegar að ganga mjög vel og hefur gengið mjög vel bara síðustu 2 vikur. En þetta er svolítið áberandi að nú eru þessi 2 stóru blöð, fréttablaðið og morgunblaðið, þau eru í eigu, fréttablaðið er í eigu þessara manna sem voru í útrásinni, fjársterkra manna, morgunblaðið er í eigu fólk sem er mjög fjársterkt líka og tekið smart útgerðin og svona. Og þeir eru svona eins og dvergur þarna á milli, nokkurn veginn.
og þá einmitt eru við þessi dvergur sem kemur og ýtir kannski við til hægri og vinstri við hinum blöðunum og miðlunum og rísunum. Og fyrst þú bendir á þetta þá er líka eitt máli sem mér var mjög ofarlega í huga í sambandi við þetta, kvótinn náttúrulega. Að geta rætt kvótann án þess að vera bara með hagsmuni LÍÚ, bara fá eina hlið á málinu og þeir fara að segja okkur að ef að þeir eru ekki til að þá er engin fiskvinnsla í landinu eins og fiskurinn ætla að hverfa ef að þeir fari. En segðu mér, hvaðan kemur þú sjálf? Já, ég er náttúrulega bara íslensk og flutti út eins og margir aðrir þegar ég var búin með stúdentsprófið og fór að læra stærðfræði í Svíþjóð og síðan ferðaðist ég einu sinni til Frakklands og náttúrulega var dolfallin yfir þessu færa landi og flutti þangað, fyrst til að læra frönsku og þar kynnist ég listaheiminum, eins og maður segja og barnsfaðir minn, sem sagt, ég er ekki gift, en hann sem ég er búin að búa með lengi, hann er listamaður og er með fyrirtæki sem steypir bronsstyttur. Og þannig komst ég í, sem sagt, að vera að selja listaverk. Og þú ert sem starfað við listaverkasölu í Frakklandi? Nei, ég geri það ekki, ég flutti heim 2006. Og þú ert flutt heim? Ég flutt heim, gerði það 2006. Og þú hefur verið, þú varst í framboði fyrir borgarhreyfinguna, var það ekki í einhverju kjördæminu? Í Norðvestur. En hefur þú komið eitthvað nálægt pólitík annars? Ekki annað en það, ég hef haft áhuga á því alla ævi og var alin upp við fréttatíma og afa minn sem var að segja mér alla sögurnar alla sem var verið að tala í fréttatímanum og almennt líka var, hvað getum við sagt, þegar afi minn lenti í smá vandræðum við þá sem að réðu hérna á Íslandi, að þá mér alltaf minnistætt bréf sem ég las frá einum dýralækni í Danmörku sem að sendi bréf til afa míns þar sem hann vonar að þessi pólitíski sjúkdómur fisksins verði ekki til þess að hann geti ekki selt hann. Og það situr alltaf í mér og hefur alltaf sitið í mér og ég er líka fréttasjúklingur, mér finnst gaman að horfa á fréttir alla daga og get sitið og hort á. Já, það er náttúrulega ekki til hérna á Íslandi en úti, bæði í Frakklandi og eins og í Bandaríkjunum og í Englandi, þá ertu með fréttastöðvar sem eru með fréttir á hálftíma fresti og það er afskaplega þægilegt að geta hort á þetta hvenær sem er. En þú ert sem komin í þinguðina núna í Fimmvörðum sem eigandi að þessu blaði, eða stóri eigandi að þessu blaði. Þakka fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir.